Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 12. febrúar er annar sunnudagur í 9 vikna föstu og í dag er biblíudagurinn. Í lexíunni skrifar Jesaja að mennirnir séu gras sem visnar. Í pistlinum stendur að orð Guðs sé lifandi, kröftugt og hárbeitt. Og í Guðspjallinu spyr Jesús: við hvað eigum við að líkja Guðs ríki? Textarnir eru stuttir, svo að ég mun lesa þá og valin vers að auki, en við skulum byrja þessa stund eins og ávallt á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. En við skulum byrja á lexíunni, en þar skrifar Jesaja. Einhver segir: kalla þú, og ég spyr: hvað á ég að kalla? Allt hold er gras og allur yndisleikur þess sem blóm vallarins. Grasið visnar og blómin fölna þegar Drottinn andar á þau. Sannarlega eru mennirnir gras, grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðs vors varir að eilífu. Í dag er biblíudagurinn, en án biblíunar væru upplýsingar okkar Guðs málefni heldur fátækleg. Biblían hefur lengi verið mest selda bók veraldar, en les einhver hana í dag? Nú er allt komið á netið. Hægt að fá send daglega vers í síman sem er þægilegt og handhægt, en er það sama og að handfjalla bókina sjálfur? Opna hana tilviljunarkennt, reka augun í eitt orð sem fær mann til að lesa allan kaflan og kannski næsta kafla líka. Kannski er netið betra en ekkert, en er samt sem áður ekki besti vinur biblíunar sem bókar. Ég man þá tíð þegar ég byrjaði að fara í frjálsu kirkjurnar að það mættu flestir með sínar eigin biblíur og flettu upp þeim ritningaversum sem var talað út frá. Orð Guðs var ígrundað og ræðutíminn var að minnstakosti hálftími. Nú eru breyttir tímar, en eins og Jesaja skrifari, þá varir orð Guðs að eilífu og vægi þess minnkar ekki þó menn hætti að lesa það. Lexían var stutt en hnitmiðuð og byrjaði með þessum orðum: einhver segir, kalla þú, og ég spyr: hvað á ég að kalla? Og fyrirmæli Guðs eru að láta alla menn vita hversu skammvinn ævi þeirra er og hversu varanlegt orð Guðs er. Mennirnir eru gras sem visnar, en orð Guðs varir að eilífu. Í versunum á undan skrifar Jesaja að aðeins á einn hátt geti menn undirbúið sig undir komu Drottins, og það er með því að greiða götu Drottins að hjarta sínu og velta í burtu þeim hindrunum sem standa í veginum. Jesaja talar í myndlíkingum sigurgöngu konungs alheimsins. Við sjáum hann ekki sem stendur, en ekkert mun hindra Guð, hvorki fjöll eða dalir, þegar hann kemur í allri sinni dýrð. Og versið á undan textanum í dag segir: þá mun dýrð Drottins birtast og allt hold sjá það samtímis, þar að segja þegar hann kemur, því Drottinn hefur boðað það. Jesaja telur upp andstæðurnar sem eru í boði. Annars vegar er það hið tímabundna gagnvart eilífðinni, vanmátturinn gagnvart valdinu, og svo hvað er nauðsynlegt og hvað er gagnslaust fyrir mannin. Eitt er víst, segir textinn, og það er að maðurinn getur ekki bjargað sig sjálfur. Aðeins Guð getur bjargað honum. Og hvaða myndlíking lýsir skammvinnu og viðkvæmu ástandi betur en gras? Gras sem á það til að hrekjast með vindinum eins og mannkynið,
Án vatns mun það skrælna, án skjóls bognar það og brotnar. Og að auki líftíminn skammur. En þetta ástand á ekki bara við manninn. Hinn miklu völd sem hið illa hefur í heiminum munu einnig verða eins skammvinn og blóm vallarins. Jesaja skrifar: grasi visnar, blómin fölna, þegar Drottinn andar á þau. Hebreska orðið rúa, sem notað hérna yfir andardrátt Guðs, hið sama og notað í 1. Mósebók þegar Guð skapar heiminn, en þá sveif andi Guðs yfir vötnunum. Og rúa einnig notað þegar Guð skapaði manninn og blés lífsanda í hann. Í þessum versum táknar andi Guðs líf. En í texta dagsins myndlíkingin að ekkert fái staðist þegar Drottinn kemur. Grasið mun visna, blómin fölna við andardrátt Guðs. Kannski betri lýsing að Guð dragi andan til sín og taki lífið tilbaka. Því að enginn fær staðist, enginn getur bjargað sjálfum sér eða öðrum, en fyrirheiti Guðs mun aldrei bregðast. Hann mun bjarga sínum sálum því orð hans varir að eilífu. En heyrum hvað höfundur Hebreabréfsins skrifar. Því að orð Guðs lifandi, kröftugt og beittara hverju tvíeggju sverði og smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Enginn skapaður hlutur Guði hulinn. Allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gera. Þessi vers yfirlýsing að Guð muni greina alla vantrú. Menn geta, eins og segir í 1. Tímóteusarbréfi, haft á sér yfirskyn guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. En Guð mun sjá að trú þeirra aðeins á yfirborðinu. Orð Guðs, þar að segja Biblían, mun skera eins og sverð úr hvar við stöndum. Því að jafnvel hugsanir okkar dæma okkur og þær sér enginn nema Guð. Ekkert fer fram hjá Guði og hann þekkir sína trúu þjóna. Að orðið smjúgi inn í liðamót merkir að það hefur áhrif á allt okkar líf og limi. Það að segja það sem við gerum. En enginn getur flúið frá því að standa að lokum frammi fyrir Guði. Heyrum heilagt Guðspjall, en það inniheldur 2 stuttar sögur. Þá sagði Jesús: svo Guðs ríki sem maður sái sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir, nætur og daga, en sæðið grær og vex. Hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina, því að uppskeran komin. Og Jesús sagði: við hvað eigum við að líkja ríki Guðs? Með hvaða dæmi eigum við að lýsa því? Líkt það mustarskorni, þegar því sáð í mold það smærra hverju sáðkorni á jörðu, en eftir að því sáð tekur það að spretta. Það verður öllum jurtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreiðra sig í skugga þess. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Ég ætla nú samt sem áður að bæta við 2 versum, en þau hljóða þannig. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti Jesús þeim orðið svo að þeir gátu numið,
og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisveinum sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Því miður fylgir ekki útskýring með þessum dæmisögum sem aðeins að finna í Markúsarguðspjalli. Merking fyrri sögunar gæti verið tvenns konar, að maðurinn sem sáði fræjum trúar hafi verið Jesús og sáningin hafi staðið yfir á meðan hann gekk á jörðu og trúin vaxi og þroskist án hans eftir að hann fór til himins. Síðan þegar að uppskeran tilbúin verður hún færð í hinar himnesku hlöður. Þannig verður til uppskera af örfáum fræjum. En einnig hægt að túlka þessa sögu þannig að hún hafi átt að hvetja lærisveinana til að sá fræjum trúar. Þeir hafi getað lifað eðlilegu lífi, vakað og sofið í fullvissu að fræin vaxi, þroskist og beri ávöxt Guði til dýrðar. Maðurinn sáir og hlúir að, en Guð gefur vöxtinn. Í báðum tilfellum á Guð uppskeruna og Guð tekur hana til sín þegar hún full þroskuð. Síðari sögunni hefðu mátt fylgja útskýringar, en þar spyr Jesús: við hvað eigum við að líkja Guðs ríki? Sagan mustardsfræ og gæti táknað vöxt Guðs ríkis frá upphafi, en í skugga trésins þrífast fuglar himins, sem gefur til kynna margbreytileika. Innan tegundarinnar til dæmis ránfuglar. Í öðrum dæmisögum Jesú fólk Guðs í hverri sögu fyrir sig skilgreint sem ein ákveðin tegund, en ekki sem heill ættbálkur. Í fyrri sögunni var til dæmis fólk Guðs hveiti. Og Jesús sagði: við hvað eigum við að líkja ríki Guðs? Einhver skýring hlýtur að vera á eins víðu hugtaki og fuglar himins gefa til kynna. Við vitum að ríki Guðs verður samfélag kristinna, en ekki flóra allra trúarbragða, svo að líklegasta skýringin að margbreytileikinn sé innan hinna kristnu. Að við þurfum ekki að vera öll steypt í sama mótið. Við erum ólíkar manneskjur með ólíkan bakgrunn og ólík menningarleg viðhorf, svo að það eina sem sameinar hópinn trúin á Guð og Jesú. Ég heyrði einu sinni sögu sem átti að hafa gerst fyrir 200 árum. Þá kom sjóræningjaskip upp að strönd lítillar eyju. Nokkrir skipverjar ásamt skipstjóranum fóru á litlum báti í land, vopnaði rifflum. Á ströndinni beið höfðinginn umkringdur eyjarskeggjum sem voru vopnaði spjótum. Skipstjórinn gerði sig skiljanlegan að vilja skipta á rifflum og gulli og eðalsteinum, en höfðinginn fékk hann til að skilja að nýverið hefði komið til þeirra skip og skipstjóri þess hefði gefið þeim Biblíu og talað frið. Sjóræninginn hló og sagði að þessi bók bjargaði engum. Jú, höfðinginn vildi nú meina það og lét skipstjóran skilja að vegna þessarar bókar væru þeir enn á lífi. Hún hafi bjargað þeim frá því að vera étnir. Hinn kristni boðskapur algóðan Guð og kærleika til náungans á erindi til allra. Við þurfum ekki að hafa einhvern ákveðin bakgrunn til að vera móttækileg eða að vera meðtekin sem Guðs börn, því að Guð fer ekki í manngreinarálit og orð hans varir að eilífu. Í hvert sinn sem orð Guðs lesið eða rætt, falla fræ umhverfis það, fræ sem einhver annar hlúir að, enn annar vökvar og Guð gefur vöxtinn.
Orð Guðs hefur beinlínis bjargað mannslífum eins og sagan vitnaði áðan, en staðurinn þar sem flestum verður bjargað við hásæti Guðs, þegar Jesús vitnar að við séum hans fólk. Í dag biblíudagurinn og Biblían handbók kristinna manna og hún innifelur miklu meiri boðskap en við sjáum í fljótu bragði, vegna þess að sögurnar tala til okkar á margan hátt, en markmið þeirra að styrkja okkur í trúnni og efla okkur í daglegu lífi. Vegna þessarar bókar hafa frásagnirnar lifað í gegnum aldir og vegna boðskaparins hefur engin bók verið þýdd á jafn mörg tungumál og Biblían. Boðskapurinn á erindi til allra, enda sagði Jesús að hann ætti að berast til endimarka jarðar. Ef þú átt Biblíu þá legg ég til að þú prófir 1. Þú opnir hana einhvers staðar blindandi og setir fingurinn einhvers staðar niður á blaðsíðunni, lesir þau vers sem að fingurinn bendir á og athugar hvort að þau tali til þín. Og hver veit nema þú eigir eftir að endurtaka þetta aftur og að þið lifandi orð Guðs breyti þannig lífi þínu. Drottinn blessi þig og varviti þig, Drottinn láti sínu ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.